Góðir áheyrendur, komið sæl og verið velkomin á þennan opnunar viðburð nýsköpunarviku. En hún fer núna fram í fyrsta sinn og Háskóli Íslands einn bakhjarla nýsköpunarvikunar. Og ég heiti Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands og það mjög mikil ánægja að fá að vera fundastjóri hér í dag. Upphaflega stóð til að halda nýsköpunarvikuna síðastliðið vor, en vegna kórónuveiru faraldursins var viðburðum frestað fram á haust. Veiran vissulega enn á sveimi í samfélaginu, en aðstandendur vikunar hafa ákveðið að nýta tæknina sem nýsköpun hefur einmitt fært okkur og standa fyrir fjölda viðburða nú í þessari viku á netinu í samstarfi við fyrirtæki, félög og stofnanir. Og þetta sem sagt heil vika, þetta mun halda áfram eftir helgi. Háskóli Íslands er þar á meðal enda nýsköpunarstarf bæði meðal starfsfólks og nemenda á öllum fræðasviðum skólans mjög blómlegt og hvet ég ykkur eindregið til að kynna ykkur dagskrá vikunar á vefsíðunni nýsköpunarvikan.is án broddstafa. Yfirskrift þessa fyrsta viðburðar nýsköpunarvikunar geðveik nýsköpun. Og hér á eftir fáum við að kynnast tveimur forvarnarverkefnum á sviði geðheilbrigðismála sem hafa verið þróuð innan Háskóla Íslands og byggjast annars vegar á ítarlegum rannsóknum vísindamanns við skólann og hins vegar glæsilegu frumkvæði nemenda. Og þessi dæmi sýna vel hversu fjölbreytt nýsköpun getur verið og á að vera. Hún snýst ekki bara að finna upp tæki og tól, heldur býður hún upp á að ekki síður að finna nýjar aðferðir og miðlunar aðferðir til þess að bæta samfélagið með margvíslegum hætti. Og þegar við tölum tæki og tól, þá erum við að tala einhvers konar tæki og tól sem gera líf okkar auðveldara. Þetta í fullu samræmi við stefnu Háskóla Íslands sem leggur áherslu á að rannsóknir og starfsskólans takist á við þær flóknu áskoranir sem Ísland og heimurinn allur stendur frammi fyrir og endurspeglast meðal annars í heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Óhætt að segja að bæði þessi forvarnarverkefni sem við fáum að heyra hér á eftir falla vel að því. Aðstandendur verkefnina tveggja hafa virkjað krafta sína til að fræða og styðja ungt fólk í baráttunni við geðlægðir og geðsjúkdóma, en rannsóknir hafa sýnt að allt að fjórðungur ungmenna geti glímt við ólyndi eða jafnvel alvarlegt þunglyndi áður en framhaldsskóla lýkur. Það skiptir því gríðarlega miklu máli að forvarnir og fræðsla fyrir þennan hóp sé öflug, ekki síst nú þegar heimsfaraldurinn dæmir okkur öll til aukinnar félagslegrar einangrunar sem getur reynst mörgum mjög þungbær. Verkefni sem við nú heyra heita Hugur og heilsa og Hugrún geðfræðslufélag. Hugur og heilsa hugarfóstur Eiríks Arnarssonar, prófessors emeritus og sérfræðings í klínískri sálfræði, en hann hefur þróað forvarnarnámskeið sem byggist á aðferðum hugrænnar atferlismeðferðar og ætlað að koma í veg fyrir alvarlega geðlægð hjá ungmennum sem ekki hafa greinst með hana. Eiríkur hingað kominn og ég býð hann velkominn í pontu. Gjörðu svo vel, Eiríkur. Takk fyrir. Takk fyrir, það veitir mér mikla ánægju að fá tækifæri til að greina frá verkefni sem ég hef staðið langa hríð og
og það sem ég ætla að gera er að tala almennt geðlag til að byrja með, síðan helstu tegundir forvarna og hvernig megi stemma stigu við geðlægð. Fjallum verkefnið hug og heilsu og rannsóknir á því og að lokum nokkuð samantekt. En betri heilt en vel gróið, svo hljóðar orðskviðan og undirstrikar mikilvægi þess að byrgja brunninn. Algengt að fólk segist vera dapurt og vonlaust sem hinn helsta vísbending geðlægð, en gjarnan að þá sé að ræða leiða, óyndi eða óánægju sem gangi fljótt yfir. Sá sem í geðlægð fer að sjá veröldina í svart hvítu, gleði sem áður bjó í brjósti, fölnar og viðtekur doði og áhugaleysi. Það sem áður vakti gleði og ánægju lyftir ekki lengur lund, áhuga skortir á að framkvæma, erfiðara verður að fara fram úr á morgnana, fara í skóla eða sinna vinnu og heimilisstörfum, hugsa sig og hreyfa, þrífa og klæða. Hinn dapri missi tengsl við vini og einangrar sig, geðlægð tekur á sig ýmsar myndir í mismunandi aðstæðum, svo sem geðlægð tengt skammdegi, meðgöngu, barnsburði, geðlægð tengt líkamlegum sjúkdómum, geðhvörfum og óyndi. Helsta einkenni þunglyndis eða geðlægðar depurð, deyfð, einmanakennd og sinnuleysi. Hinn dapri grætur að því að virðist að tilefnislausi og getur alls ekki grátið þó eitthvað alvarlegt steðji að. Hann á oft erfitt með að sofa, vaknar fyrr að morgni en honum annars eðlilegt og nær ekki að festa svefn að nýju. Þó líka dæmi að hinn dapri sofi meir en eðlilegt getur talist. Sumir missa matarlyst og léttast, aðrir neyta matar í óhófi og fitna óeðlilega. Hinn þunglyndi hefur tilhneigingu til að draga sig í hlé, vera óöruggur með sig, finna fyrir höfnun annarra, auknu álagi og togstreitu í samskiptum við aðra. Alvarleg geðlægð dregur úr hæfni til daglegra starfa og að mati Alþjóða heilbrigðismálastofnunar talin helsta ástæða fötlunar í heiminum. Alvarleg geðlægð í 3. sæti yfir þá sjúkdóma sem valda mestri efnahagslegri byrði í heiminum og árið 2030 því spáð að hún verði dýrasti sjúkdómur tekjuhárra ríkja. Algengi alvarlegra geðlægðar á lífsleiðinni meðan fullorðinna 17% en meðal ungmenna 20–25%. Þegar við höfum í huga að fjórðungur mannfjölda heimsins á aldrinum 10–24 ára og allt að 3/4 geðrænna vandamála koma fram fyrir 25 ára aldur, mikilvægt að huga því hvort hugsanlega sé hægt að fyrirbyggja þessa þróun. Og samkvæmt upplýsingum landlæknisembættisins talið að 12–15.000 Íslendingar þjáist af þunglyndi á hverjum tíma, en rannsóknir hafa leitt í ljós að það megi koma í veg fyrir 25% þunglyndis og jafnvel í besta falli jafnvel upp undir 50%. Það ber að hafa í huga varðandi geðlægð að geðlægð algeng, hefur áhrif á lífsleikni, hún getur leitt til sjálfsvíga, en það sem skiptir mestu máli að það hægt að meðhöndla geðlægð. Og eins og fyrir getið þá lífstíðar algengi 17% og á þessari glæru sést glögglega að geðlægð helmingi algengara meðal kvenna en karla. Og á 12 mánaða tímabili algengi nýgengi 10% og líka helmingi algengari meðal kvenna en karla. Þetta langsniðsrannsókn sem gerð var í Nýja-Sjálandi sem talandi dæmi, en við sjáum að framundir þar sem einstaklingur var fylgt eftir frá 11–21 árs aldur og framundir 14–15 ára aldur eða þegar krakkar í 9. bekk að þá greinist geðlægð tiltölulega sjaldan, en það vendipunktur einmitt þarna og mikil aukning sem verður eftir því sem að þau eldast framundir og yfir tvítugt. Og þarna fer kynjamunurinn að koma í ljós þar sem að geðlægð greinist helmingi oftar meðal stúlkna en drengja. Og þessar niðurstöður eru sambærilegar í ólíkum heimsálfum, þannig að lengst til vinstri sjáum við
niðurstöður rannsóknar frá Bandaríkjunum, síðan frá Bretlandi, frá Nýja-Sjálandi og lengst til vinstri er Ferguson, er ég að snúa þessu við? Já. Lengst til hægri er frá Bretlandi. Þannig að niðurstöðurnar eru mjög svipaðar og við 18 ára aldur að þá eru 15% ungmenna sem uppfylla skilmerki fyrir meiri háttar geðlag sem ég sýndi hér áður. Og það talið að helmingur ungmenna sem greinast með mörg einkenni geðlagðar á aldrinum 14 til 15 ára fái sitt fyrstu lotu geðlagðar fyrir tvítugt. Og neikvæður þankagangur sem að einkennir geðlagð talið mótast snemma á dáningsaldri og jafnvel fyrr. Ennfremur hefur verið sýnt fram á að tengslin milli geðlagðar og kvíða og röskunar og atferli, matarvenjum, reykingum, áfengisneyslu, erfiðleikum og brottfalli í skóla. En ungt fólk og hvað veldur? Ungt fólk það finnur fyrir álagi og áskorun við það að færast á gelgjuskeiði vegna krafna ná árangri í skóla, væntinga atvinnu, breytinga á félagslegum samskiptum við fjölskyldu og vini og í tilfinningalífi sem tengist á auknum þroska. En sjaldan einsbáran stök, þannig að þetta eru fylgifiskar geðlagðar, það er kvíði, mest áberandi og síðan röskun á atferli. En það sem ég hafði sérstaklega áhuga á eru forvarnir sem að sést vinstra megin á þessari skífu sem hér varpað upp og þá heilsuefling hér fyrst. Dæmið það er náttúrulega það sem landlæknisembættið hefur verið unnið svo ötullega að og í öllum skólum, en síðan eru 3 mismunandi tegundir af forvörnum og skiptir miklu máli að greina á milli þeirra. Það eru almennar forvarnir sem beinast að öllum án tillits til áhættu þátta, til dæmis heilir bekkir í skóla, heilt þjóðfélag. Dæmið þetta myndi vera til dæmis sá áróður sem hefur verið haldinn uppi fyrir að nota hjálma, hvort sem við erum á skíðum eða hjóla. Það fleiri góð dæmi eru frá hjartavernd og það sem lögð áherslu á heilbrigt líferni. En síðan eru markvísar forvarnir sem beinast að þeim sem eru í áhættu fyrir andlegri vanheilsu, til dæmis börn, þunglyndra foreldra og síðast en ekki síst, og það það sem ég kem til að fjalla það er forvarnir vegna ábendinga eða það sem á ensku kallast indicated. Það að segja þeir sem verið með einkenni röskun án þess að uppfylla skilmerki greiningar. Þeir eru semst með forstigseinkenni. Og síðan eru þannig helstu áskoranir sem við stöndum fram fyrir. Það forvörn ákveðina markhópa og fjölga þeim sem njóta forvarna og öðlast betur skilning á geðlægð. Verkefnið Hugur og heilsa fellur mjög vel að heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sem segir eftirfarandi: eigi síðar en árið 2030 hafi ótímabærum dauðsföllum af völdum annarra sjúkdóma en smitsjúkdóma verið fækkað 1/3 með fyrirbyggjandi aðgerðum á meðferð og stuðlað að geðheilbrigði og vellíðan. En tilgangur rannsóknar sem hefur farið fram hérna við Háskóla Íslands var náttúrulega að fyrirbyggja þróun geðlægðar og meta árangur námskeið sem byggir á hugmyndum hugrænnar atferlismeðferðar. Sú tegund meðferðar hefur reynst mjög árangursrík einmitt í meðferð geðlægðar og meðal ungmenna sem voru með mörg einkenni geðlægðar sérstaklega. Og það að segja þeir sem fengu einhvern yfir 70.50 sætisröð og undir 90.000 sætisröð og semst voru í áhættu hópi en hefðu ekki þegar greinst með þunglyndi. Það var álitið að þeir sem greindir voru með yfir 90.000 sætisröð hefðu þegar greinst eða myndu uppfylla skilmerki fyrir geðlægð. Þannig við höfum áhuga á því að sjá hvort það væri hægt að stemma stigu við þessari þróun. Og það sem við gerðum voru að skima í 9. bekk grunnskóla, það að segja þegar krakkarnir voru 14 til 15 ára og í svona meðalbekk í íslensku grunnskólum 100 nemendur og þeir sem fengu háa einkunn í skimun, eins og ég greindi frá, þeim bauðst síðan að fara í geðgreiningarviðtal þar sem við lögðum mat á geðgreiningar og
einstaklingar sem voru fyrst og fremst með einkenni geðlæðar, þeim var boðið þáttaka í námskeiði. En bara til að gefa hugmynd af þessum 100 sem við lögðum fyrir í svona meðalstórum skóla, að þá voru 30 sem skoruðu yfir eða fengu einkunn yfir 7050 sætisröð. En kannski 10-14 sem voru fyrst og fremst með einkenni geðlæðar, og það er þeim sem var boðið að taka þátt. Námskeiði fór fram í 6 sveitarfélögum í dreifbýli og þéttbýli, þannig að við vildum fá hugmynd hvernig þetta gengi í þjóðfélaginu almennt. Og þeir sem þáðu þáttöku, þeim var raðað af handahófi í tilrauna- og samanburðarhóp, og síðan var boðið upp á námskeið sem og fylgst með árangri bæði á meðan námskeiðinu stóð. Í kjölfar námskeiðs lögð fyrir geðgreiningarviðtöl í 6 og 12 mánaða eftirfylgd. Og námskeiðið samanstóð af 12 kennslustundum á 10 vikum og nemendur fengu þá sérstaka handbók og fræðsluefni. Námskeiðin héldu sálfræðingar sem þau hlotið sérstaka þjálfun í að halda þau, og kennslan fór fram, eða námskeiðin fór fram með fyrirlesturum, umræðum og æfingum. En námsefni sjálft það studdist, eins og fyrir sagt, við aðferðir hugrænnar atferlismeðferðar og aðlagaði þeim sem ekki hafa upplifað djúpa geðlægð. Og við lögðum áherslu á þá hugmynda með því að hafa áhrif á hugsun og hegðun væri hægt að hafa áhrif á og breyta líðan. Og einnig var þjálfuð hæfni þáttakandi til að takast á við vandamál og finna úrræði. Þetta var hópnámskeið þar sem ungmenni unnu saman og fengu fræðslu og leiðbeiningar. Og það voru 8 til 10 þáttakendur í hverju námskeiði. Og þetta voru niðurstöðurnar. Þetta er tímaseríu rannsókn eða time series analysis á ensku sem er venjulega notuð til að meta árangur lyfja, sem við gátum notað þessa tölfræði vegna þess að hópurinn var það stór. Og þið sjáuð þarna lengst til vinstri að hóparnir voru eins í upphafi, en strax í lok námskeiðs 3 mánuðum eftir að það hófst, þá var farið að bera á mun á samanburðar og tilraunahópi. Rauða línan er tilraunahópurinn og gráa er samanburðarhópurinn. En í 6 og 12 mánaða eftirfylgdinni að þá reyndist marktækur munur á hópunum, og það sést best ef þið horfið bara neðst á þessa glæru að í 12 mánaða eftirfylgd þá voru 5-falt meiri líkur á því að samanburðarhópurinn hefði þróað með sér meiri háttar geðlæða lotu eða óyndi heldur en tilraunahópurinn. Og þetta er hefðbundin framsetning á niðurstöðum, og þau sjá að rauði hópurinn er þeir sem sátu námskeiðin, og þetta er 6 mánaða og í 12 mánaða eftirfylgdinni að þá er sláandi og marktækur munur á hópunum með tillit til greiningar á geðlægð. Okkur fannst mikilvægt ef við fengum þær athugasemdir þegar við vorum að senda niðurstöður okkar til birtingar að þetta væri rannsóknin væri framkvæmd í svo einsleitu þjóðfélagi. Það er ekki víst að niðurstöðurnar yfirfærðust yfir á ólíkt samfélög. En niðurstöðurnar vöktu athygli og hún var síðar endurtekin í Portúgal, þessi rannsókn, og þetta eru niðurstöðurnar þar sem birtast á síðastliðnu ári, þar sem eru sláandi líkar okkar niðurstöðum, og meiri sé að fylgdu þeir hópnum eftir í 2 ár, og þannig að það fór að skilja ennþá meira á milli í 2 ára eftirfylgdinni heldur en í árs eftirfylgdinni. Og þetta er hefðbundnari framsetning á niðurstöðum sem eru mjög í takt við það sem við höfum fengið hér á landi. Og bara til að þetta eru niðurstöðurnar frá Íslandi og þetta frá Portúgal, sem eru nánast bara eins og copy-paste. Og niðurstöður rannsóknar okkar hafa því leitt í ljós að námskeiðið Hugur og heilsa dragi úr einkennum þunglyndis og sporni við þróun þess. Þátttakendur virðast halda áfram að nýta sér það sem lært hefur og endurspeglast í lægri einkunnum á fylgibreytum, og þær ættu þar af leiðandi að nýtast vel sem við
þeim sem fást við geðræn vandkvæði og auka þekkingu á hugrænni atferlismeðferð og auka vægi forvarna í skólakerfi og heilbrigðisþjónustu. Og það að mínu mati mikilvægt að koma í veg fyrir fyrstu lotu geðlaðar. Það gæti haft áhrif á námsárangur, atvinnu, félagsefni, lífsgæði, dregið úr þörf fyrir læknisþjónustu og misnotkun áfengis og fíkniefna síðar á lífsleiðinni. Og þegar til lengdar lætur kynni forvarnir að geta lengt líf þeirra sem í áhættuhópi og fengju síður geðlægð með því að koma í veg fyrir sjálfsvíg og aðrar afleiðingar geðlægðar. Með því að kenna einstaklingum að takast á við andstreymi líklegt að þeir hafi fremur borð fyrir báru og það markmið forvarna að styðja uppbyggjandi lífsviðhorf, bæta félagsefni, styrkja viðnámsþrótt og gera þeim sem annars væru vansælir kleift að bæta sjálfsmynd og treysta á eigin mátt og efla viðnám gegn andlæti. Með því að kenna einstaklingi að takast á við andstreymi lífsins líklegt að þeir hafi fremur borð fyrir báru og það markmið forvarna að styðja uppbyggjandi lífsviðhorf og bæta félagsefni, styrkja viðnámsþrótt og gera þeim sem annars væru vansælir kleift að bæta sjálfsmynd sína og efla, treysta á eigin mátt og efla viðnám gegn andlæti. Og sé litið til þess sem hefur verið talið afleiðingar af alvarlegri geðlægð og óyndi, aukna líkur á bakslagi og alvarleg geðlægð taki sig upp á ný, ljóst hversu mikilvægt að grípa í tauman og reyna að koma í veg fyrir fyrstu lotu alvarlegra geðlægðar hjá ungmennum. Jafnvel minnsti bati vegur þungt á vogarskálum einstaklinga og þjóða. Þetta sem sagt gagnrýnt námskeið, fór fram í 6 sveitarfélögum og að sýna að það sé allavega hægt að sporna við og fresta geðlægð. Það hefur því miður kannski ekki verið haldið áfram með það hér á landi eins og ráðast var í upphafi, en vonandi verður það í framtíðinni og vert að geta þess að við erum búin að sýna fram á sama árangur í gjörólíku menningarsamfélagi. Nú verið að rannsaka námskeið í Grikklandi, í Þessalóniki, við háskólann þar og fyrir ári síðan þá hófst rannsókn á námskeiðinu í Gautaborg í Svíþjóð og þá með samvinnu heilsugæslu og skóla og það það sem væri óskandi í framtíðinni að þeir einstaklingar sem eru með nokkur einkenni geðlægðar geti fengið að sitja námskeið af svipari tegund og þessu til þess þá vonandi að byrgja grunninn til framtíðar og ég þakka kærlega fyrir. Kæra þakkir Eiríkur fyrir afar fróðlegt erindi. Ég býð næst velkomna á svið Rögnu Guðfinnu Ólafsdóttur, fræðslustra Hugrúnar geðfræðslufélags. Félagið stofnuðu nemendur í hjúkrunarfræði, læknisfræði og sálfræði við Háskóla Íslands fyrir 4 árum. Hugrún hefur á hverju ári virkjað tugi háskólanema úr Háskóla Íslands, Háskólanum Reykjavík og Háskólanum Akureyri og nesta þá vel fyrir heimsóknir í framhaldsskóla. Þar ræða fræðararnir úr þessum háskólum við nemendur framhaldsskólana geðheilbrigði, geðraskanir og úrræði sem ungu fólki stendur til boða. Félagið heldur enn fremur úti öflugri vefsíðu með fróðleik fyrir ungt fólk þennan málaflokk á 3 tungumálum, íslensku, ensku og pólsku. Ragna, gerðu svo vel.
Takk fyrir og góðan daginn. Ég heiti Ragna Guðfinna og ég á 3. ári í sálfræði í Háskólanum á Akureyri og fræðslustýra Hugrúnar, geðfræðslufélags. Hugrún geðfræðslufélag sem var stofnað árið 2016 af nemendum á heilbrigðisvísindasviði í Háskóla Íslands. Það segja hjúkrunarfræði, læknisfræði og sálfræði. Stærsta verkefni okkar, svona yfirlýsta markmið Hugrúnar, að fræða ungt fólk geðheilbrigði og við gerum það með því að reyna að fara í alla 9. nema bekki í framhaldsskólum landsins og við gerum það með að vera með fræðara og eins og við kallum það sem eru bara áhugasamir háskólanemendur sem að fá mjög góða þjálfun í byrjun árs sem heill dagur það að fræða fyrirlesturinn okkar sem er staðlaður þannig að allir fái svona eins. Í fyrra vorum við með í kringum 120 fræðara, í ár náðum við ekki 100 en okkur þykja bara nokkuð gott með við svona ástandi í samfélaginu. Og svo bara fjölmargir aðrir sem hafa aðstoð okkur, bara sálfræðingar og annað sem hafa skrifað texta fyrir okkur. Þetta svona fræðara sem að luku þjálfun í fyrra hjá okkur. En eins og ég segi þá markmið okkar að fræða ungt fólk geðheilsu, geðraskanir og úrræði sem að standa til boða. Og við viljum líka auka bara aðgengi að upplýsingum þessi mál, bara bæði til almennings og ungs fólks. Og reynum líka að sporna gegn fordómum með fræðslu. Og höldum þau út vefsíðu sem heitir geðfræðsla.is og þar eru við með ýmsar upplýsingar geðraskanir og úrræðalista. Og við erum mjög stolt af því að vefsíðan okkar á íslensku, ensku og pólsku og við viljum bæta við fleiri tungumálum af því þetta á við alla, ekki bara þau sem tala þessi tungumál, þannig að það markmið okkar allan á þessu ári. En fræðslan okkar búin til fyrir fyrsta árs nema í framhaldsskólum en við höfum verið að fara í grunnskóla sem hafa beðið okkur að koma eða félagsmiðstöðvar. En svona langtíma markmið okkar að geta farið í grunnskóla einfaldlega því að það fara ekkert allir í framhaldsskóla og þetta á við alla en í dag bara félagið of lítið til þess, við þurftum miklu fleiri fræðara. En fræðslan okkar sirka klukkutíma löng með spurningum og umræðum af því að þetta jafningjafræðsla þá viljum við svona fá þau til þess að taka þátt í fræðslunum með okkur þannig að við svona verpum fram spurningum til þeirra og svona. En fyrirlesturinn okkar fjallast bara fyrst hvað geðheilsa, svo förum við og tölum þunglyndi, við tölum kvíða og þar komum við inn á að kvíði sé eðlileg tilfinning þangað til að hann fer að vera hamlandi og svona. Við tölum átraskanir og förum yfir nokkra gerðir af átraskunum eins og lystastol, lotugræðgi, átkastaröskun og svo ótilgreind átraskunn og bendum á átraskunarteymi Landspítalans ef þeir hafa spurningar. Svo förum við í fíkniraskanir og skiptum því upp í bæði vímuefnaneyslu og fíkn en við erum einfaldlega að biðja að taka meðvita ákvörðun og svona vera gagnrýnin á þær upplýsingar sem við fáum það sem efni og svoleiðis. Svo tölum við hvernig sé að vera aðstandandi og hvert þú getur leitað, hvernig þú getur verið til staðar fyrir aðstandið þínar af því að þú verður líka að passa að vera, fyrir sjálfa þig, passa upp á sjálfa þig, þannig að við förum líka við það. Og svo endum við alltaf á því hvert hægt að leita og förum yfir góðan úrræðalista. Og bendum svo á vefsíðun okkar því að við náum ekkert að fara í allar raskanir sem við myndum vilja fara í, af því þetta bara klukkutími. Þannig að þar eru fleiri raskanir sem hægt að lesa og nánari úrræði. Þetta sem sagt vefsíðan okkar. Við erum með ýmsa hluti, við erum til dæmis með hvernig foreldrar geta rætt við börnin sín geðheilsu og bara geðheilsu og tilfinningar yfir höfuð, sjálfsmat, sorg, hvernig sé aðstandandi, úrræði og svo förum við yfir nokkrar raskanir, kvíða, þunglyndi, sjálfsskaða og sjálfsvíg, geðhvörf, átraskanir, þráhyggju- og áreittiröskun, fíkniraskanir og geðrof. Og nánast allir textarnir eru skrifaðir af fagaðilum og allt farið yfir af fagaðilum, þannig að við birtum ekkert nema það sem búið að fara yfir. Og slóðin að þetta bara geðfræðsla.is. Svo höldum við líka úti öflugum Instagram-reikningi þar sem við birtum svona hnitmiðar og
litlar upplýsingar, eða svona hnitmiðar upplýsingar geðheilbrigði og ráð. Það allt skrifað af rithópnum okkar sem eru áhugasamir háskólanemendur. En það allt yfirfarið líka af fagaðilum. Þannig að leggjum mikið upp úr því allt sé farið yfir. Svo langaði mig bara svona enda á helstu verkefnum Hugrúnar í ár fyrir utan þessa hefðbundið að fara með fyrirlestrana. Við erum sem sagt með 2 fulltrúa hjá okkur í stjórn alþjóðlega geðheilbrigðisdagsins sem verður núna 10. október og verður á netinu. Við erum svo með 1 fulltrúa í landssamband ungmennafélaga. Svo erum við að fara að gefa núna út í nóvember tímarit með Flóru sem verður með alls konar geðheilbrigðisgreinum og svo ætlum við að halda viðburð með athafnakonum 20. október og svo stefnum við á í vor að halda svona fræðslu kvöld eins og við höldum vanalega á haustin en við ákveðum að fresta í ár út af ástandinu og vonum að við getum haldið í vor þar sem að koma bæði fagaðilar og fólk með reynslu á geðsjúkdómum að tala sína reynslu bara og þannig að þetta svona helstu okkar verkefni núna. Bara takk fyrir mig. Kærar þakkir Ragna Guðfinna. Þetta var mjög fróðlegt erindi hið mikilvæga starf sem Hugrún vinnur í framhaldsskólum landsins. Og þá komið að lokum þessa viðburðar hjá okkur en ég vek athygli á næsta viðburði sem haldinn hér á vegum Háskóla Íslands og hann verður haldinn núna á morgun, fimmtudag, kl. 16:30 og semst í þessari nýsköpunarviku og það viðburður frá Team Spark, kappakstursliði Háskóla Íslands, en þau munu þar fara yfir þá fjölbreyttu nýsköpun sem felst í að hanna rafknúinn kappakstursbíl og bara koma honum á brautina. Liðið hefur árlega smíðað einn slíkan og haft kappi við lið hvaðanæva úr heiminum á alþjóðlegum kappakstursmótum verkfræðinema og þetta hefur bara verið frábært starf og bara virkilega spennandi að fara yfir það. Og þessum viðburði Team Spark verður einnig streymt. En að lokum, ég þakka Eiríki og Rögnu Guðfinnu innilega fyrir þeirra mikilvægu erindi hér. Tókst bara mjög vel og þakka líka starfsfólki Háskólans, markaðs- og samskiptasviðs og vísinda- og nýsköpunarsviðs sem hefur staðið að þessum viðburði og bara allir því sem snýr að nýsköpunarvikunni. Og bara þetta verður mjög spennandi að fylgjast með því sem hér kemur í framhaldinu en bara innilega þakkir þessu lokið í dag. Takk.